Þetta byrjar allt með því að hún kemur sérst í heiminn með mjög miklu hraði og það voru svona einhverjar vísbendingar að væri ekki allt með felldu þegar hún fæðist og svo tekur við bara, svona 3 mánuðir þar sem hún nærðist ekki, vildi ekki nærast og það var svona eina sem að þótti kannski óeðlilegt við hana á þeim tíma. Mamma, bakka. Meira? Já. Það er náttúrulega verið að leita og þetta er svolítið eins og að leita að náli heystakka að finna einhverju svona greiningu en kemur síðan í ljós þegar hún er orðin rúmlega 2 ára sem er þá 2016 að hún er með heilkenni sem heitir Wiedemann-Steiner syndrom (2FS) heilkennið. Hún er þá fyrsta barnið á Íslandi til að fá þessu greiningu og eina barnið alveg í ykkur 4-5 ár. Ég myndi segja að þetta er svona svolítið samblanda tilfinningum að því að þegar þú ert ekki komið með greiningu þá ertu bæði með einhvern veginn það versta sem geti gerst og svo ertu líka með það besta mögulega sem er bara það sé ekkert að og það verði allt í lagi eða eitthvað sem hægt er að laga. En svo ertu líka með eitthvað að það geti verið bara mjög alvarlegt. Þannig að við erum stödd í brúðkaupsferð ég og maðurinn minn í Brussel þegar við fáum símtal frá taugalækninum okkar og hann spyr hvar við séum og við segjum honum við séum brúðkaupsferð og hann segir heyrðu hittið okkur bara þegar þið komið tilbaka og ég náttúrulega vissi alveg að hann væri þarna komið með niðurstöður og ég gat ekki beðið í brúðkaupsferðinni þannig að ég sagði bara er þetta hræðilegt og hann sagði nei, þetta er ekki hræðilegt. Ég myndi segja að fyrsta tilfinningin hafi verið léttir að bara vita að þetta var ekki bara einhvern veginn við að vera slæmir foreldrar eða þú veist, hausinn á manni fer út um allt. Þannig vorum við búin að vera í 2 ár einhvern veginn áttum hvergi heima. Þannig að þarna í rauninni finnum við síðan í kjölfarið einstök börn sem að hjálpa okkur að komast á alla þá staði sem við áttum að vera á. Þetta er svolítið fyndið ferli, þetta er náttúrulega mikið sorgarferli og reiði, það er alls konar tilfinningar sem fara að inn. Og eins og ég myndi segja kannski að við hjónin hefum tekið þessu strax til að byrja með þá fórum við þetta svolítið á hnefanum fyrst. En ef þú fer alltaf á hnefanum þá endar yfirleitt á vegg á endanum ef þú leitar ekki einhvern veginn aðeins meira inn á við og skoðar allar þessar tilfinningar sem þú ert að vera gegnum. En ég myndi segja að sorgin er til dæmis eitthvað sem er að koma mér mjög mikið óvart að hvað maður er einhvern veginn að syrgja í svona bylgjum og ég held að hætti aldrei. Ég held að þetta er eitthvað sem maður rekst á yfirleitt þegar eitthvað svona tímamót, stór tímamót í lífi barnsins eins og ég myndi segja erfiðasti tíminn og allt frá því að barnið fjólaröp fæðist. Ég myndi segja erfiðasti tíminn var þegar hún hættir í leikskóla og er að byrja í grunnskóla. Bara sá dagur, fyrsti dagurinn í grunnskóla, skólasetning, það var bara erfiðasti dagur lífs míns. Bara alveg. Og þar bara brotnaði ég algjörlega niður. Og alveg það mikið að ég þurfti að leita mér aðstöðu hjá sálfræðing til að ná að spyrna mér aftur upp. Af því það er einhvern veginn, já, og þetta kom mér líka bara opna skjöldu. Ég held að ég var á svo góðum stað, ég held að ég væri bara einhvern veginn læknuð, eða þú veist, þetta væri bara, ég væri komin á minn besta stað í þessu öllu. En þegar maður kemur á þessu tímamót þá allt í einu fær maður aftur sjokkið í rauninni. Að maður er að horfa á öll hin börnin að fara í grunnskóluna sína í hverfinu og ég er með barn sem er að fara í Klettaskóla. Og ég var, þú veist, þetta eru svona skrýtnir hlutir að segja kannski en ég var búin að ímynda mér að ég ætti örugglega þægilegasta barnið í Klettaskóla þá. Af því þetta er alltaf eitthvað sem mann langar svo að barnið sitt sé einhvern veginn, já þetta er ekkert mál, mann langar ekki allt sé svo erfitt. Og svo átti dóttir mín bara erfiðast af öllum og börnunum á skóla, þú veist, á skólasetningunni. Þarna þekki ég smá svona taugafall, sem var samt gott líka. Ég hreinlega er ekki viss að við kemumst af án þess að vera með einstök börn í okkar lífi, að vera með félagið inn í okkar lífi. Það er svo margt sem ég gæti nefnt sem að ég fengi aðstoð með. Ég myndi segja að það væri bara nálægt að vera lífsnauðsynlegt fyrir foreldra svona einstakra barna. Af því að eins og heiti gefur að skilja þá er þetta börn sem eru einstök. Ég myndi segja erfiðasta í þessu öllu er að upplifa sig einan sem foreldri. Að geta einhvern veginn ekki spegla sig í neinum, enginn beint skilur mann og þá er bara, eða það sem ég get allan talað fyrir mig að vera svolítið lífsbjörgar að hitta hina foreldrana sem bara skilja í alvörunni hvað ég er að gangi í gegnum eða við og að geta einhvern veginn bara pústað
og fengi púst tilbaka. Vera einhvern veginn ekki alltaf manneskjan sem þarf að leta af sér, heldur að fá eitthvað sem er líka að leita í mann og bara, já, það er þessi speglun og þessi félagskapur af öllum hinum foreldrunum sem ég myndi segja að hefði verið allra mikilvægast fyrir mig. Þið vinir, Fjóla?